Klemmur eru einn af mikilvægustu þáttum búnaðarins í næstum hverri verkstæði, hvort sem þú ert að vinna með við eða mann, eða ert að smíða og gera við. Með klemmum getur þú pressað, fest og oft einnig komið í stað þriðju handarinnar. Næstum hvert verkfæri meira eða minna alhliða. Sönnunin annan aflögu til Antonin sem segir að á ákveðnum tímapunkti verði hvert verkfæri að hamri. Stundum þó ekki hægt að nota jafnvel það alhliða verkfæri eða það að minnsta kosti flókið. Ég get ekki verið klemmur, en það eru tilvik þar, sem það betra eða beinlínis nauðsynlegt að grípa til annars konar klemmubúnaðar. Og það eru margir þeirra. Þegar þú skoðar bæklingar frá helstu framleiðendum og söluaðilum, þá snúast augun í höfðinu á þér. Samhliða klemmur, einhandaklemmur, klemmur, knekkar, listaklemmur, rammaklemmur, miðjuklemmur, spónaklemmur, klemmur. Og algengasta flokkurinn eru sérklemmur sem inniheldur allt annað. Þess vegna valdi ég í þetta skipti aðeins tvær tegundir sem eru hentugt viðbót við alhliða klemmur. Þetta eru rörklemmur og pressuklemmur sem kallast poki. Einn af styrkleikum klemmanna sem kallast stífur útskot armanna sem oftast á bilinu 60 til 300 mm og gerir kleift að beita klemmukrafti í viðeigandi fjarlægð frá brún vinnustykkisins. Á sama tíma þetta einnig veikleiki þeirra því krafturinn sem verkar á arminum skapar kraftvægi sem veldur því að klemmustöngin verður fyrir álagi með beygju í stað hagstæðara álags með tókkrafti. Og því lengra sem armurinn því meira álagi með beygju á kostnað tóks. Ef þú herðir of mikið eða klemmustöngin ekki nógu góð, getur það leitt til varanlegrar aflögunar á stönginni. Þar af leiðandi það hagstæðara þegar krafturinn verkar sem mest á stöngarinnar. Með öðrum orðum, þegar armarnir eða kjálkarnir eru eins stuttir og mögulegt Fyrir margar notkunaraðferðir það alls ekki til skaða, til dæmis við límingu á spónaflutum eða skápum eða við að herða saman tappar og spónaflutum. Fyrir krefjandi aðgerðir þarftu þungar klemmur, en oft getur þú komist af með frekar léttar og aðallega aðgengilegar rörklemmur. Því styttri sem kjálkarnir eru, því lengri getur stöngin verið. Þar sem einhver snjall ákvað að nýta sér staðlaðar stálfarsrör, þarftu aðeins að kaupa kjálkana sjálfa sem þú getur síðan skrúfað og sett á hvaða lengd sem af rörinu. Venjulega eru notuð hálf og 3/4 tommu þykkveggja stálrör. Að minnsta kosti á annarri hliðinni þarf að vera skorið þráður sem kjálkinn með handfanginu skrúfaður á. Hinn hreyfanlegi kjálkinn settur á frá hinum endanum og á tilætluðum stað hann sjálfkrafa festur með læsingarrygg sem bókstaflega bítur sig í rörið. Kosturinn verðagengi. Eldri vatnsrör getur þú fengið í sveitinni fyrir bjór, en ef það án þráða, þarftu að skera með þráðarhaus. Þess vegna gæti verið hagkvæmara fyrir einhvern að kaupa rör í járnvöruverslun með tilbúnum þræði. Metri af slíku galvaníseruðu hálftommu eða 3/4 tommu rör getur þú fengið fyrir innan 100 kall. Kjálka fyrir 2 klemmur getur þú fengið í nýmat fyrir innan 600 kall, þannig að metra klemma mun kosta þig mest 400 kall. Auk þess getur þú alltaf skipt kjálka fyrir lengra rör. Ef metri ekki nóg fyrir þig, getur þú haft 2 metra klemmu og það bara fyrir verð á rörinu. Önnur leið til að lengja að tengja rör með tengistykki. Tengi fyrir hálftommu kostar nokkrar krónur. Staka rör kaupir við yfirleitt með þræði á báðum endum. Upphaflega ætla ég að skera annan þeirra af, en þá áttar ég mig á því að það gæti verið notað til að tengja. Í sumum tilfellum getur tengi verið fyrir eða skemmt yfirborðið, en þetta vandamál hægt að leysa. Einnig bogna rörklemmur aðeins, en það gerist aðeins við mjög mikinn klemmukraft. Gegn bogna virkar einnig það að rörin hvíla oftast á vinnustykkinu í allri lengd sinni og til dæmis með spónaflutum getur þú jafnað bogna með því að setja aðra klemmu á hinum megin. Og enn eitt síðasta athugasemd. Kjálkarnir taka 10 cm af lengd rörsins, þannig að með metra löngu rörklemmu klemmur aðeins það bil 9-10 cm. Frá algjörlega gagnstæðum enda eru þrýstiklemurnar, sem kallast poki. Þær eru hins vegar ætlaðar til að pressa á flötum þar sem stífur ná ekki, jafnvel með lengstu örmum. Líkt og kjálkar fyrir rörklemmur eru poki einnig aðeins hálfunin vara sem ekki hægt að nota ein og sér. Þær eru nefnilega ætlaðar í ramma sem þú verður að búa til sjálfur. Í samræmi við nauðsynlega styrk getur þú valið tré eða stálramma. Auðveldara að búa til tréramma því stór göt fyrir poki verða auðveldari að bora í tré en í stál. Tré leyfir ekki að þróa svo mikinn þrýsting við klemmum, en fyrir flesta smíðavinnu eins og til dæmis límingu á flötum úr mörgum lögum það nægjanlegt. Veldu lengd rammans eftir stærð vinnustykkisins. Hæðin getur verið stillt með rör af götum í stöðunum. Og að lokum aftur fjárhagslega sjónarmiðið. Eina pressuklemmu kaupir þú fyrir innan við 200 krónur og fyrir heiðarlega unnið því þitt ferðu
Ekki síður heiðarlegt stykki af járni, nánar tiltekið, steypijárni og stáli. Þegar þú uppgötvar töfraröskvanna og tækja, munt þú sjá að möguleikar þínir og hæfileikar hafa færst verulega áfram. Þú munt auðveldlega geta búið til frábært spónaplötu eða línt saman tvær plötur til að búa til virkilega massífa vinnuborðsplötu fyrir verkstæðsborð. Að auki eru báðar þessar tegundir klemnanir líka viðkunnanlegar vegna þessa. Með smá kunnáttu færðu virkilega háflóða frammistöðu fyrir lágt verð. Ég heiti Tómo Krausinski. Takk fyrir að horfa á. Við sjáumst í næsta myndbandi.